Til máls tekur hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Frú forseti. Að undanförnu hefur verið til umræðu umsókn einkaaðila um að fá samning við Sjúkratryggingar Íslands um að opna nýja starfsemi sem felur í sér sérhæfðar skurðaðgerðir og legudeild til allt að 5 daga. Þetta í raun og veru ekki hægt að kalla neitt annað en einkarekissjúkrahús, enda líta bæði landlæknir og einkaaðilinn, klíníkin sjálf, á starfsemina sem sérhæfða sjúkrahúsþjónustu. Ef starfsemin verður skilgreind með þeim hætti kallar það á að heilbrigðisráðherra hæstv. Þarf að taka ákvörðun hvort veita eigi starfseminni starfsleyfi, þannig að hjá ráðherra hvílir risastór ákvörðun sem getur haft óafturkræf áhrif á íslenskt heilbrigðiskerfi og væri í raun grundvallar stefnubreyting í íslenskri heilbrigðisþjónustu. Því það ólíku saman að jafna stofurekstri sjálfstætt starfandi sérfræðilækna, einyrkjastarfsemi og því sem hér á döfinni, því þarna í raun farið inn í kjarnastarfsemi Landspítalans og eftir atvikum annarra sjúkrahúsa út land. Og ef ákveðið verður að semja þessa starfsemi verið að færa fé frá hinu opinbera yfir til einkaaðila, því ekki liggur fyrir að það eigi að bæta neinu fé inn í heilbrigðiskerfið á tímum þar sem hefði þurft að efla pólitíska samstöðu um að efla hið opinbera heilbrigðiskerfi, ekki síst þjóðarsjúkrahúsið sem yfirfullt og undirmannað. Það gleymist nefnilega oft í þessari umræðu að Íslendingar eru jú ekki nema 338.000 og samanburður við milljónasamfélag óraunhæfur, því hættan hér sú að uppbygging jafn sérhæfðrar þjónustu á einum stað muni grafa undan en annars staðar. Það óskynsamlegt að dreifa kröftum og fjármunum með þessum hætti á sama tíma og við þurfum að einbeita okkur að því að efla hið opinbera heilbrigðiskerfi sem 80% landsmanna vilja áfram verði rekið með félagslegum hætti. Og ekki má heldur gleyma hlutverki þjóðarsjúkrahússins sem menntastofnunar háskólasjúkrahúss. Ég vil spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra hvort við getum ekki treyst því að hann muni standa vörð hið opinbera heilbrigðiskerfi og helst að sjálfsögðu vildi ég heyra hann taka afdráttarlausa afstöðu gegn þessum áformum einkarekið sjúkrahúss. Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Óttarr Proppé. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ágæta fyrirspurn. Það hefur mikið verið rætt umsókn klíníkurinnar síðustu daga og mikil umræða eðlisbreytingu í þeirri starfsemi. En mér finnst mikilvægt í þeirri umræðu að minna á það að starfsemi klíníkurinnar ekki ný af nálinni, heldur hefur klíníkin verið í rekstri og rekið þjónustu samkvæmt samningi heilbrigðisráðuneytisins við Læknafélag Reykjavíkur einfaldari aðgerðir til einhverra ára og þar af leiðandi á svipuðum stað og aðrar starfsstöðvar sérfræðinga sem eru starfa á einfaldari markaði. En það rétt að hér verið að sækja starfsleyfi og í raun og veru skoðun landlæknisembættisins á aðstöðu til þess mögulega að taka að sér flóknari aðgerðir sem hingað til hafa verið framkvæmdar bara á sjúkrahúsum hins opinbera. Það í raun og veru samkvæmt lögum skylda landlæknis að taka út aðstöðu og starfsemi klíníkurinnar eins og hann hefur gert. Það ekki þar með sagt að það hafi verið tekin nein ákvörðun að semja við klíníkina þannig aðgerðir á vegum hins opinbera. Hið opinbera hefur fyrst og fremst með þessar flóknari aðgerðir bara samið við opinbera spítala, Landspítalann, sjúkrahúsið á Akureyri og að einhverju leyti héraðssjúkrahúsin eins og á Akranesi. En það hefur ekki verið tekin ákvörðun neitt annað gagnvart klíníkinni. Tími minn uppurinn, þannig að ég verð að svara áfram restina af fyrirspurninni í seinna svari. Þá tekur til máls að nýju hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir að reifa hér málið þó að ekki liggi fyrir kannski svör við þeirri fyrirspurn sem ég bar fram.
Það liggur fyrir, eins og kom fram í máli hæstv. Ráðherra, að landlæknir hefur skilgreint þetta sem sérhæfða sjúkrahúsþjónustu og það kom fram líka hjá hæstv. Ráðherra að væri farin sú leið að semja við Klíníkina væri það grundvallarstefnubreyting. Því hingað til, eins og kom fram hjá hæstv. Ráðherra, hefur eingöngu verið samið við hið opinbera um slíka flókna sjúkrahúsþjónustu. Og ég vil nefna það hér að í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar er talað um að móta heildstæða heilbrigðisstefnu. Ég vil því í fyrsta lagi segja hér að ég tel mjög mikilvægt að slík stefna verði mótuð áður en slíkar grundvallarstefnubreytingar eru ákveðnar og hún verði mótuð í góðu samtali bæði innan þings og utan við sem flesta aðila. Í öðru lagi vil ég segja það að ég öfunda ekki hæstv. Ráðherra af því að standa frammi fyrir þessari ákvörðun. Því henni fylgir mjög þung pólitísk ábyrgð en ég vona svo sannarlega að hæstv. Ráðherra horfi til þess að það er stór pólitísk ákvörðun að færa með þessum hætti skattfé almennings úr hinu opinbera kerfi yfir til einkaaðila og taka leið grundvallarstefnubreytingu, ákvörðun grundvallarstefnubreytingu. Það tekur til máls að nýju hæstv. Heilbrigðisráðherra Óttarr Proppé. Virðulegur forseti. Ég get tekið undir með hv. þingmanni mikilvægi þess að það sé sett heildstæð heilbrigðisstefna, enda kemur það skýrt fram í stjórnarsáttmálanum að það stendur til. Þá þarf að horfa til heilbrigðis alls kerfisins eins og það liggur fyrir. Ég held að það sé full djúpt í árinni tekið hjá hv. þingmanni að skilja orð mín sem svo að hér sé fyrir dyrum grundvallarstefnubreyting vegna þess að vissulega hefur hið opinbera gert samninga við einkaaðila. Stór hluti heilbrigðisþjónustunnar er nú þegar rekinn af einkaaðilum, sjálfseignarstofnunum, sérfræðingum og svo framvegis. Það hefur reglulega verið samið fyrst og fremst auðvitað einfaldari aðgerðir, meðal annars við einkafyrirtæki í samhengi við biðlista átakið sem hefur verið í gangi og verður í gangi í 2 ár í viðbót. En ég get fullvissað hv. þingmann og þingheim allan að sá ráðherra sem hér stendur mun ekki gera grundvallarbreytingar á heilbrigðiskerfinu. Það stendur ekki til og fyrsta verk mitt er að vinna að heildstæðri heilbrigðisstefnu áður en að nokkuð annað verður gert. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Frú forseti, mér langar til þess að þakka hv. þingmanni Katrínu Jakobsdóttur fyrir að starta þessari umræðu, en ég er með svona spurningar á svipuðum nótum til hæstv. Heilbrigðisráðherra. En í ljósi þess að það hefur margoft komið fram að yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga vill ekki einkarekið heilbrigðiskerfi, langar mig til þess að spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra hvort hann telji skynsamlegt að fara í stefnumótun frekari einkavæðingu innan heilbrigðiskerfisins og ef svo hvort hann muni viðhalda lýðræðislegum vinnubrögðum og ráðfæra sig við þingið eða hvort þetta sé ákvörðun sem hann mun bara taka einn og sér. Hver er afstaða ráðherra til þess að Klíníkin fái samning við Sjúkratryggingar Íslands það að fá greitt úr DRG greiðslukerfinu og þarf Klíníkin að sækja starfsleyfi til ráðherra eða hafa Sjúkratryggingar Íslands vald til að semja án aðkomu ráðuneytisins? Sem sagt, mun ráðherra þurfa að gefa starfsleyfi samanber 7. grein heilbrigðislaga. Ætlar ráðherra að gera einhvers konar mat á því hvers konar áhrif innkoma Klíníkanna sem sjúkrahúseining muni hafa á opinbera heilbrigðisþjónustu á Íslandi, bæði hvað varðar mannafla, þjónustugetu og innkomu og ef svo hvers konar mat og hver mun framkvæma það? Sem sagt, hvað svona hið formlega ákvörðunartökuferli í sambandi við Sjúkratryggingar Íslands og hvernig ákveðið hvort Klíníkin fái úr þessum sjóð, bara til þess að árétta spurningarnar. Ég veit að þær eru margar, vonandi að hæstv. ráðherra ná að svara þeim öllum skýrt. Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Óttarr Proppé. Frú forseti, ég þakka fyrirspurnina. Svör mín eru á svipuðum nótum og þau voru við fyrirspurn fyrrverandi hv. þingmanns sem spurði á undan.
Það er nú svo að stór hluti af heilbrigðisþjónustu Íslendinga er unnin af einkaaðilum, sérfræðingum, af sjálfseignarstofnunum þegar kemur að sérstaklega öldrunarþjónustu og þegar kemur að sérfræðingum og aðgerðum á þeirra vegum og svo framvegis, að þá eru þær unnar á grundvelli samnings við Læknafélag Reykjavíkur og það er í sjálfu sér, held ég, ekki í bígerð að og yrði ekki auðvelt að breyta því kerfi yfir nóttu. Varðandi starfsemi klíníkurinnar, þá eins og ég sagði í svari hérna áðan, hefur klíníkin starfað á grundvelli þessa samnings og tekið að sér einfaldari aðgerðir eins og aðrar læknastofur hafa gert. Til þess að taka að sér stærri og flóknari aðgerðir þyrfti samning við Sjúkratryggingar Íslands og það yrði á vegum ráðuneytisins og undir pólitísku forræði mín sem heilbrigðisráðherra að fela Sjúkratryggingum Íslands að gera slíka samninga. Þannig að það er alveg ljóst að slíkt yrði aldrei gert nema auðvitað eftir lögum og með tilliti til laga, meðal annars þeirra laga sem að segja að ekki verði gerðar stórkostlegar breytingar öðruvísi en að taka tillit til heilbrigðiskerfisins í heild og getu opinbera heilbrigðiskerfisins og þar á meðal Landspítalans til þess að veita þjónustu. Þannig að vitaskuld myndi aldrei slík ákvörðun vera tekin á mínum vegum öðruvísi en að það sé tekið tillit til laga að fullu. Tekur til máls að nýju hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Frú forseti, ég ætla að þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir þessi svör, en það sem ég er með kannski tvær spurningar. Er það sem sagt mat ráðherra, hæstv. ráðherra, að við búum í reynd að miklu leyti við einkarekið heilbrigðiskerfi þegar en ekki samfélagslega rekið heilbrigðiskerfi? Og svo líka þá langar mig ofboðslega mikið til þess að heyra frá hæstv. ráðherra skýrt hvort hann ætli að fara í þessa stefnumótun, að fara í frekari einkarekstur og hvort hann muni þá ráðfæra sig við þingið eða hvort að hann telji að hann hafi umboð til þess að gera það bara einn og sér, hvort þetta sé ekki erindi sem eigi að koma hingað inn og við þurfum þá að ræða það frekar hvort við viljum fara í frekari einkarekstur. Tekur til máls að nýju hæstv. heilbrigðisráðherra Óttarr Proppé. Frú forseti, ég vil ítreka svör mín það að það er ekki mín ætlun að gera stórkostlegar breytingar á heilbrigðiskerfi Íslendinga. Það er ekki mín ætlun að einkavæða kerfið eða að auka stórkostlega einkarekstur í kerfinu. Það er ljóst að heilbrigðiskerfi íslenska er opinbert heilbrigðiskerfi að því leytinu til að það er greitt fyrir meira og minna eða mestalla heilbrigðisþjónustu af opinberu fé. Það er gert með yfirumsjón og undir ábyrgð heilbrigðisráðuneytisins og opinberra aðila. Það er engin ætlun mín eða annarra, held ég, og engin pólitískur vilji til þess að gera breytingar þar á. Hins vegar að þá hef ég verið að reyna að útskýra að hluti af rekstri og vinnu í íslenska heilbrigðiskerfinu er unnið af einkaaðilum nú þegar. Bæði sjálfseignarstofnunum, sérstaklega þegar kemur að öldrunarþjónustu, en líka sjálfstætt starfandi sérfræðingum og fyrirtækja þeirra. En það er allt gert með opinberu fé, með eftirliti, umsjón og ákvörðun heilbrigðisráðuneytisins og opinberra heilbrigðisyfirvalda. Þannig að það stendur ekki til að gera breytingar þar á. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson og beinir fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Frú forseti, ég mun höggva í svipaðan knérunn og þeir tveir þingmenn sem hófu umræðuna hér í dag. Heilbrigðisþjónusta hefur verið fyrirferðarmikil í umræðunni á Alþingi að undanförnu og það er vel. Fregnir af grundvallarstefnubreytingu í framkvæmd þjónustunnar hafa skekið samfélagið nokkuð. Það er að færa einkaaðilum til rekstrar sérhæfða sjúkrahússtarfsemi til að græða á henni. Þarna er lagt út á brautir sem ekki sér fyrir endann á, brautir sem erlendar þjóðir ekki langt frá okkur þekkja og mæla ekki bót.
og enn er áréttað að 80% þjóðarinnar segir aðspurð í könnunum: við viljum að heilbrigðisþjónusta sé skipulögð og starfrækt af hinu opinbera. Þjóðin hefur eindregna skoðun. Opinbert heilbrigðiskerfi er fjársvelt og fær ekki að starfa á fullum afköstum. Góð aðstaða á velbúnum heilbrigðisstofnunum í eigu verkkaupa sjálfs hins opinbera eru vannýttar og þessar stofnanir kalla eftir fleiri verkefnum. Ekkert heildstætt skipulag ríkir framkvæmd heilbrigðisþjónustunnar í landinu og hentistefna og pólitískar áherslur ráðherra hverju sinni ráða för. Það er látið reka fyrir vindi. Fyrir þinginu liggur tillaga heilbrigðisáætlanir eða skipulag heilbrigðisþjónustunnar á öllu landinu og sömuleiðis liggur fyrir þinginu frumvarp til laga breytingar á lögum sjúkratryggingar sem taka á þáttum sem skerpa á þeim atriðum sem við erum að tala um. Því leyfi ég mér að spyrja hæstv. Ráðherra tveggja spurninga. Önnur þeirra hefur nú að hluta til komið þetta fram. Þegar háttar til eins og hér hefur verið lýst, hyggst ráðherra í alvöru stíga þau skref að veita einkarekinni starfsstöð í heilbrigðisþjónustu heimild til sjúkrahússtarfsemi í samræmi við umsókn sem fyrir liggur? Og jafnframt í ljósi þess að eitt af meginhlutverkum embættis landlæknis er að veita ráðherra og öðrum stjórnvöldum ráðgjöf og fræðslu á málefnasviði embættisins, þá spyr ég jafnframt: hefur ráðherra óskað eftir umsókn landlæknis það hvort að embættið telji þetta skynsamlega, farsæla og hagkvæma leið fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi? Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Óttarr Proppé. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Það er auðvitað ýmislegt sem hefur komið fram í mínum svörum nú þegar í þessu máli, þannig ég ætla nú ekki að endurtaka það. En hv. þingmaður beinir til mín tveimur spurningum og þær eru í raun og veru þeim er nokkuð auðsvarað. Hann spyr hvort að ráðherra hyggist veita heimild til sjúkrahúsþjónustu. Ráðherra hefur ekki tekið ákvörðun það, nei. Það er alveg ljóst að mér ber skylda, ábyrgð og meira að segja lagaleg skylda til þess að taka tillit til heilbrigðiskerfisins í heild áður en ég tæki afdrifaríkar ákvarðanir af þeim toga og ég mun standa við þá skyldu mína. Ég hef ekki óskað eftir umsögn landlæknis sérstaklega slíka ákvörðun, enda er hún ekki í farvatninu hjá mér, bara svo það sé sagt. Ég vil taka undir það grunnstef sem kom fram í máli hv. þingmanns og fleiri þingmanna hér áður, að það sé mjög mikilvægt að eins og svo ég noti orðfæri hv. þingmanns, að heilbrigðiskerfi á Íslandi sé skipulagt og starfrækt af opinberum aðilum, eins og ég sagði hérna áður. Það er grunnprinsipp og ég vil setja svona 3 aðalprinsipp gagnvart allri heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Það er að segja annars vegar að aðgengi sé gott og jafnt til allra Íslendinga, óháð uppruna, óháð efnahag og búsetu og svo framvegis, að gæði þjónustunnar séu skilgreind og skýr og að kostnaður, það er að segja meðferð opinbers fjár, sé vel gætt. Þannig að þetta eru grunnprinsipp. Ég verð að koma betur að í seinna svari áframhaldi. Þá tekur til máls að nýju hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Frú ráðherra, ég þakka hæstv. ráðherra, frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Ég vil árétta þetta með meginhlutverk embættis landlæknis. Mun ekki hæstv. ráðherra leita álits þessa helsta ráðgjafa heilbrigðisþjónustunnar á því hvort að hann telji þetta skynsamlega leið, skynsamlega þróun og ráðlegt fyrir okkur á Íslandi í þeirri stöðu sem við erum núna? Þá tekur til máls að nýju hæstv. heilbrigðisráðherra Óttarr Proppé. Frú forseti, það er skýrt að ráðherra og ég sem hér stend mun leita álits landlæknis ef að ég
ef að til kæmi að ég vildi fara að skoða grundvallarbreytingar. Ég vil samt leggja áherslu á það, eins og kom fram á ágætu fundi mínum og velferðarnefndar Alþingis í gærmorgun, að ég mun leggja áherslu á að gera og setja heildstæða heilbrigðisstefnu eins og fram kemur í stjórnarsáttmála. Ég mun leggja í þá vinnu og hef nú þegar hafið undirbúning að þannig vinnu og ég vil, svo ég svari líka hv. þingmanni Halldóru Mogensen sem spurði að því, ég kom ekki að í svari mínu, vinna slíka stefnumótun á breiðum grundvelli og stunda eins og mögulegt lýðræðisleg vinnubrögð og fá breiða aðkomu að þeirri vinnu. Þannig eins og fram kom á fundi með velferðarnefnd í morgun að þá legg ég mikla áherslu á samvinnu í þeirri vinnu. Þannig að, svo spurningunni sé svarað, að þá ekki spurning að auðvitað mun ráðherra leita álits landlæknis áður en að hann myndi gera nokkrar breytingar grundvallar á heilbrigðiskerfinu.